og hefur ekkert með neitt raunverulegt heilkenni að gera. Þetta er eitthvað að fólk í mér það? Nei, það er ég ekki að gera. Þetta er bara vísindalega staðfest. Já, mér er bara fucking saman með eitthvað svoleiðis, sko. Það, ég sem er formaðurina, ekki þú, þannig að þú eru bara að læra þetta. Núna, þetta er bara hraunið, skilurðu. Og hérna, já, ekki bara ég, þetta er bara reglurina. Þú er bara að fylgja þeim eins og allir aðrir. Þannig að þú verður bara að fara að taka ábyrgð á þínu lífi, skilurðu. Já, og hérna, já. Og Hvernig fékkst þú þessa stöðu deildarformanns? Mér er bara sagt að gera það. Fylgja þessu embætti einhver fríðindi? Mér finnst gott að vera á lyfjunum, sko. Þá fær maður meiri tíma með sjálfum sér. Já, Rítalín hjálpaði Ég er með með athyglisbrest. Já, ég veit það. En nú manstu að síðast þú lögst af plánun, þá varstu staðráðin í því að þú ætlar ekki að aldrei aftur að koma inn á hraunið. Nei, þú ætlar að fara að vinna. Já. En í staðinn fórstu til Akureyrar og fram til innbrot. Já. Já. Hvað kenndi það þér? Það kenndi mér til dæmis bara að innbrot, þau komast alltaf upp. Já, ég er nú kannski ekki að tala um það. Þú ætlar ekki að fremja innbrot. Nei. En hvað gerðist? Ég fór norður. Já. Já. Sko, er ekki eitthvað eitt ákveðið sem að þið finnst þú hafa lært? Þú ætlar ekki að hitta vin þinn. Nei. En þú fer norður. Já. Og þú ætlar ekki að fremja innbrot. Nei. En þú gerði það nú samt. Já. 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 Já, aldrei að fara aftur til Akureyrar. Já. Já, takk, Kenneth. Þröstur. Vilt þú geta leikurinn með okkur? Í þetta sinn? Nei. Nei. Já, Georg Bjarnfreðarsson heiti ég. Hæ, Georg. Heiti pappin Bjarnfreður? Ég á engan föður. Já. Hefur þú aldrei þekkt föður þinn? Nei, móðir mín er Bjarnfreður Geirsdóttir. Já, þú hlýtur nú að kannast við hana, háskólamenntuð konan. Já, þarna Bjarnfreður, þú sem söng þarna. Í dag er ég kom. Nákvæmlega! Það er hún. Já. Velkomin. Já. Viltu ekki bara kynna þig og... Já, ég heiti Daniel Sævarsson. Hæ, Daniel. Okkur þú komin hingað? Ég á ekkert að vera hérna, sko. Ég er einna bara út af honum. Sem maður hann eyðilagði líf mitt. Nú reyndi smálega misskilningur. Já, sæll. Já, hæ. Hvað með leiguna? Já, það er bara mikið að gera hjá kallinum og svona, mörg mál í gangi, þannig að... Manstu hvað það var mikið nokkuð? Mann ég? Já. Þú veist, ég er að vinna svo mikið með tölur og svona í fasteignabrassanum, þannig að... Þegar ég kom í bankan, sko, þá bara datt þessi tala alveg gjörsamlega úr hausnum á mig, sko. Þú fær greiðslusseðil hver mánaðamót, þetta er alltaf sama talan. Já, það er örugglega þess vegna sem þetta hefur eitthvað skólast til bara í bankakerfinu, skilur. Það eru 3 mánuðir ógreiddir og ef þú borgar ekki í dag þá verður að fara. 3 mánuðir? Í einu? Er það ekki svolítið mikið? Þetta er ekkert flókið. Hvít á 60, litað á 40.
Já. Jæja, þessi 18 mánuðir. Já. Þetta venst, en maður heldur sér busy. Þú ert háskólagenginn? Já, nei, ég kláraði nú ekki, sko. Hann er ekki mikið um menntamenn hérna. Nei. Ég var sjálfur í mynd og hann. Ok. Já, það var bara föndraði myndlist síðan maður var krakkir. Já. Ég er nú búinn að vera að fikta smá sjálfur, sko. Mála. Já, frábært. Komstu með eitthvað með þér? Nei, ég veist ekki að það væri hægt. Við erum aðstöð hérna, með listasmið. Ok. Já, kallið minn. Slaka á. Ég er ekki díl með henni. Alls ekki, ekki fyrir en að þú. Fyrir ekki, ég bara brá. Já, það er alltaf skrítið að koma á nýja staði, sko. Já. Þú verður að beinn í baki. Pumpa kannski svolítið. Massaði svolítið upp. Lífið er ekki búið. Nei. Maður á að líta á það að vera hérna eins og tækifæri. Já. Hefur heyrt afstöðu? Nei, hvað er það? Réttindafélag fanga. Þú vantar eitthvað skriffæran í stjórn. Já, ég ætla bara að halda hann út af fyrir mig, sko. Herri, þeir sem vinna fyrir félagið fara á forgangslista. Þú liðka fyrir reynslulaust. Aha. Ertu með þóttið minn? Númer hvað ertu? 219? Línólegum er náttúrulegt efni og það má ekki þjösnast á því með klórblönduðum hreinsiefnum. Þetta veit hver helvita maður. Þetta verður að stöðva, Friðjón. Drengurinn er ekki að ráða við þetta. Hann hefur ekkert vit á þrifum og meðferð hreinsiefna. Og þess vegna krefst ég þess að fá fund með Jóhönnu þessi mál. Jóhanna er með... Ég veit fullvel hvenær Jóhanna er með viðtalstíma, en ég vil fá sérstakan neyðarfund með henni þar sem þetta verður tekið fyrir. Hverju ætlar þú að svara, Friðjón, þegar að Jóhanna spyr þig? Af hverju allir dúkar á göngunum séu ónýtir? Georg Bjarnfreðarsson benti mér nú á þetta, en ég ákvað að hundsa það. Ætlar að segja það? Ég skal kanna þetta. Já, gott. En þá að öðru. Ekki vill svo til að þú eigir erindi til Reykjavíkur. Nei, ekki í dag. Nei, en einhvern næstu daga? Nei, ég fer vanalega í bæinn á 50 dögum. Nei, á föstu dögum. Gott. Þá langar mig til að biðja þig að gera mér smáægilegan greiða. Þannig var að ég var árabil vaktstjóri á bensínstöð Skeljungs við Laugaveg. Í 3 ár missti ég ekki dag úr vinnu. Kom aldrei of seint og var aldrei veikur. Já. Og ég hef beðið á í starfsmannahaldi að útbúa einhvers konar viðurkenningu sem staðfestir þetta. En vandamálið er að það verður einhver að koma í mínu umboði til að sækja þetta. Getur þú gert það fyrir mig? Það er nú ekki í mínum verkahring, nei, ég veit það, en ég er að biðja þig þetta sem persónulegan greiða við mig. Móðir mín sjúklingur, Friðjón. Ekki sendi ég hana.